Pétur, Breiðablik fór á smá rönn í fjórða leikluta í þessum leik. Hvað fór vitlaust á ykkur á þeim tíma? Það var á tímabili sem við vorum að spila nokkuð vel og vorum að skapa og það var að loka körfunni og skapa okkur fín skot og vorum að setja þetta niður en það er bara gott lið. Það er með geggjað góðan Kana, Kelly Farris, mjög góð, mjög háan prófíl. Frábæran erlenda leikmann í Bosman líka, hún er rosalega góð og síðan erum við bara með solid stelpar hérna í kring og mér fannst þetta svolítið klaufulegar. Við vorum komið með fína fórustu og það er svona margt í leiknum okkar sem við þurfum að bæta en ég meina svona heilt yfir þá var þetta svona skástu leikum okkar en aftur á móti eru þessi litlu mistök svolítið dýrkeypt af því að við erum að spila ágætlega og svo kannski erum við að missa inn 7-8 sóknarfrákast, löng sóknarfrákast þegar við erum búin að spila frábæra og þá eru þær að við þurfum að spila kannski annan prósess og það er bara orkufrekt en gott að klára leik og þetta er erfiðu liði, ég bara, þótt að þær séu 0-7 það sýnir það ekkert það sýnir bara voðalega lítið hvernig þær eru sem lið, þær eru bara drullu góðar og ég held að sé allir leikir sem við að spila eru jafnir og það bara að sýna sem besta leikamóti. Bekkurinn þinn skoraði bara 4 stig á meðan bekkurinn þeirra skoraði 30. Það var auðvitað erlendi leikmaður sem er nýkominn til Breiðabliks en hvað fannst þér framlag bekkarins þíns? Já, ég held að Sanja skoraði 28 stig og það er kannski líka munurinn en ég meina stelpur sem komin á bekknum gáði með vörn og frákast og á góðar ákvörðunartökur og það er það, ég er ekkert að hugsa endilega í stigatölum, við erum bara það er miklu meira heldur en að skora í þessu. Er eitthvað sem hefði viljað bæta á liðinu þínu í leiknum? Bæta við? Já. Já, ég er kannski rafla minn í dómaranum. Takk fyrir þetta.